Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn. Við ætlum að fjalla ýmislegt í dag, meðal annars rót, verkefni sem má lýsa sem óútreiknanlegri sköpun. Við ætlum að tala listasumar á Akureyri sem í blússandi gangi. Við ætlum líka að heyra í listakonu sem opnað sýningu í Flóru. Við forvitnumst sveitasælu í Skagafirði sem framundan helgina og við fáum hann Friðrik Ómar til okkar til þess að ræða fiskidaginn mikla sem framfórum liðna helgi og það sem framundan hjá honum. En það stendur til Freddy Mercury Show hér í Hofi á Akureyri. Við ætlum að byrja hins vegar á því að tala fyrirbæri sem kallast þjónandi leiðsögn og kannski eðlilegast að byrja bara á því hvað í ósköpunum þjónandi leiðsögn. Þjónandi leiðsögn svona hugmyndafræði sem fundin upp í Bandaríkjunum af svona 3 einstaklingum sem voru að velta fyrir sér hvernig hægt að bæta þjónustu við fatlaða og svona einhverja sem að minna mega sín og snýst bara í rauninni samskipti og hvernig þú getur bara bætt líf og lífsgæði þeirra sem þú þjónar í rauninni. Og það framundan námskeið sem sagt þetta allt saman. Já, framundan alþjóðleg ráðstefna sem við höldum hérna á Akureyri og við búsetudeild og öldrunarheimilinu Akureyri fóru í samstarf innleiðingu á þessar hugmyndafræði hófst árið 2015 og við hefum verið að fara fulltrúar frá þessum stofnunum á alþjóðlegar ráðstefnur erlendis 3 ár og við erum með erindi þar og nú komið okkur að halda þessa ráðstefnu og við náttúrulega þar sem þessi hugmyndafræði eða innleiðing á henni hófst hérna á Akureyri þá vildum við náttúrulega absolutt reyna að halda þetta hér. Já. Og það hefur gengið eftir. Já, hún verður í Hofi dagana 13. til 15. september næstkomandi og við erum með fulltrúa frá ýmsum löndum bæði Kanada, Bandaríkjunum, Danmörku, Belgíu, Hollandi, Bretlandi og svo Íslandi og erum bara svona vonað að fá sem flesta. Þannig að þetta var gríðalegt understatement hjá mér að kalla þetta námskeið. Já, það var eiginlega alveg þannig sko. En hvað máli skiptir það, af því að ég veit ekki hvort að margir hugsa yfirleitt út í þetta, en það eru fjölmargir straumar og stefnur í þessum fræðum og maður heyrir ýmislegt. Hvað máli skiptir það og verið að vinna eftir mörgum leiðum samtímis eða þetta tískufyrirbrigði eins og í öðru í lífinu eða hvernig velum maður til dæmis, þetta er málið, þjónandi leiðsögn eitthvað sem að gæti. Já, á öldrunarheimilin hafa náttúrulega unnið eftir hugmyndafræðinni eða etin hugmyndafræðinni og þjónandi leiðsögn við reynum bara viðbót við það. Já. Við erum ekki að skipta út etin, við erum að bæta við og bæta í rauninni. Það sem okkur þykir jafnvel pínu vanta í þetta. Það sem mjög mikilvægt með svona, að þú spyrum það sko, mikilvægt með svona hugmyndafræði það rauninni að við sem öll bara vinna sama markmiði. Já. Og sé allir að róa í sömu átt og fólk viti þá hvert á að róa, hvert við erum að fara. Þannig að það kannski til 20 góðar leiðir en það verra ef allir eru hver og einn á sikkuri. Og maður ekkert að segja að allar hinar leiðirnar séu svakalega vondar, við þurfum bara að ákveða hvert við ætlum að fara. Þessi þjónandi leiðsögn mjög einföld og rauninni snýst bara að skapa öryggi og veita skilyrðislausa umhyggju og kærleika og fá tækifæri til að sýna þetta tilbaka og vera þáttakandi í lífi og rauninni bara bæta samskipti. Þannig og virðingu við fólk, þannig að þetta á ekki vera mjög flókið í starfi sko, en bara að við séum öll að gera það saman. Og verkfærin til þess að ná þessu, að það eru bara við sjálf, það er bara nærveran okkar og okkar samskipti við hvort annað. Nákvæmlega. Man getur notað þetta hver sem bæði í störfum, þjónustu störfum og allt svoleiðis og svo bara eigin lífi sko. Nákvæmlega, ég var einmitt að hugsa það, er þetta ekki líka mannbætandi fyrir bara starfsfólk að setjast aðeins niður og fyrst að hugsa, ég meina maður sagðist ekki ofta að segja, nú ætla ég aðeins að hugsa hvernig ég get verið kærleiksríkari manneskja og gefa meira af mér sem mannvera. Nei, en við erum reyndar að fara fram á það við starfsfólk að það líti aðeins inn á við svo að geti uppfyllt þessa hugmyndafræði, unnið eftir þessari hugmyndafræði. Það er aldrei rosaleg krafa þannig, þú þarft ekki bara að hafa gráðu eða reynslu. Nei, en þú ert hins vegar að starfa á heimili fólks. Já.
Þannig að mér finnst ekkert, eða okkur finnst ekkert mikið til þess að þú komið fram að virðingu og leifir þeim að taka þátt í því sem að þau vilja gera á eigin heimili. Já, þannig að það er ekki að koma stjórnendur inn á heimilið. Heldur einhver sem er að leiðsegja með þjónandi hætti. Já, og bara að aðstoða þig. Þú veist, þau eru rauninni bara aðstoða því sem þú ætlar að gera. Aðstoða því að finna öryggið. Í fallu það sem í búsetukjörnunum þá þarftu kannski jafnvel svolítið að kenna fólki að lifa lífinu. Þú ert að kenna þeim tilfinningar svona í öldrunargeirinu, þá erum við meira svona að viðhalda og bara hjálpa fólki að viðhalda því sem það kann og því sem það getur. Kannski endurhæfingar hlutin eða breyttar aðstæður hinum megin. Já. En hvernig, að því við töluðum aðeins etinhugmyndafræðina, getið sagt okkur frá bara hvernig sjáu þið þetta inn á heimilum bara þessa blöndu af etinhugmyndafræðina, að því ég giska á að þó ég hafi einhvern tímann lesið etinhugmyndafræðina og finnst hún rosalega og sjúklega áhugaverð, að giska á að áhörundur séu ekki bara já, etin og þjónuði leiðsögn, maður nú bara búin að lesa nokkra skýrslur og kannski ekki skýrslurnar heldur svona praxísina, hvernig getið þið lýst í að því að ein leið er náttúrulega það er bara einhver dagskrá, það er matur og það er, þú veist, bað og það er hvað sem maður þarf að gera. En hvernig er þetta öðruvísi heldur en, þú veist, lyfjagjöf og sjúkraþjálfun? Þetta er í rauninni, allavega eins og þetta snýst fyrir mér, að þá finnst mér þetta bara meira snúast það að við erum á heimili. Og það er einhver ákveðin íbúrun á þessu heimili. Við lifum öll í rútínu, það er eiginlega þannig, það er bara fyrir mig heima hjá mér þá lifi ég í því að ég vakna á morgnana, kem börnunum mínum á fætur, það þurfa allir í skóla, það er í vinnu og við lifum allir í rútínu og okkur þykir rosa gott að vera í rútínu. Þannig rútínan er ekkert endilega slæm. Þannig að þetta með að allir fara í bað á einu sinni viku eða tvisvar í viku eða hvað sem er, það var þannig, það var alltaf bara einu sinni viku, það er ekki, allavega ekki hjá okkur, það er ekki þannig í dag. Sumir fara hverjum degi. Þetta snýst bara vilja hversu eins. Og það er það sem etin snýst að það sé, þú hafi möguleika á því að fara oftar í bað. Að lokum, þetta er svolítið skemmtilegt að þessi ráðstefna sé haldin hvað með skráningu og þáttakendur og svo framvegis svona praktískt í lokin? Heyrðu, við erum með heimasíðu sem er GTI, ekki Gin and Tonic, það er Gin and Tonic Iceland eða eitthvað, Gentle Teaching International. Ok, ég mun allan tíman muna Gin and Tonic Iceland. GTI2016.com og þar eru allar helstu upplýsingar. Þar eru hægt að finna fyrirlesara sem eru komnir, við erum komið með fulla dagskrá. Það er allt þarna inni og þar er hnappur sem heitir Register og þar er hægt að skrá sig og okkur náttúrulega kosturinn við að hafa þetta hér er að okkar starfsfólk hefur möguleika á því að vera hér. Starfsfólk Akureyrarbæjar hefur möguleika á því að og aðrir að heimsækja þennan yndislega bæ. Já, og við vitum alveg það að okkar allan erlendu gestir, þeir eru að nýta tækifærið og skoða bæði bæinn og Ísland. Við fengum Saga Travel til að hjálpa okkur við að einmitt að bóka hótel og sjáum svona afturrengu í lok hvers dags og svoleiðis. Og svo höfum við fengið styrktaraðilega sem eru Samherji, Íslandsbanki og Norðurorka. Yndislegt. Takk fyrir spjallið og gangi ykkur feikið vel með þetta. Takk kærlega fyrir. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.